Jæja, við Sigrún gátum bara ekki hægt að tala saman. Þannig við ákveðum að taka upp smá heilsumóla líka. Af því að okkur fannst ekki alveg ná að kofera hvað, öndunina. Öndunina, já. Þannig að kannski tökum örstutna heilsumóla öndunina og HRV. Það minnst það svo áhugavert. Já, það er rauninni ein leið til þess að mæla, kannski svolítið svona sterkt orð að mæla. Það er hægt að gera þetta náttúrulega í Úr gerir þetta oft líka? Jú, úr, en þú getur gert þetta sem sagt ef þú ferð og ert sett á alls konar svona mælitæki. Já, hjartsláttar breytileiki, já, er það ekki? Jú. Já. Og í rauninni þá er hægt að mæla þetta mjög svona vísindalega, en það er hægt að mæla þetta ef við getum gert þetta sjálf. Ég hef þetta oft sem æfingu. Það er sem sagt eitthvað sem heitur vagal tone, sem er í rauninni bara hver sterk er vakastögin, og þetta er eitthvað sem er byrjað að mæla hjá fólk í dag. Og það er hægt að mæla þetta svona nokkurn veginn fyrir sjálfan sig, og ég hef stundum verið með þetta sem svona æfingu hjá fólki sem er að vinna í vakastöginni. Og þá erum við að vinna með hjartsláttartíðnina, og þegar við tölum um andardráttinn þá er sem sagt þegar við erum að taka innöndun þá erum við að ræsa sem sagt fight or flight, eða sem sagt þá hennar verður hjartslátturinn hraðari, og þegar við tökum fráöndun þá lækkar hjartslátturinn og þá fáum við meira þetta parasympatíska hluta taugakerfisins virkur. Og æfingin í rauninni og við getum prófað hana bara með því að setja fingur á púlsinn, þannig að kostum maður púlsinn á Ef við ætlum að gera það núna bara, sem erum að hlusta. Já, bara, þetta er rosa gaman. Sumir finna þetta strax en aðrir er erfitt með það, en við þurfum að passa bara að reyna að finna púlsinn, hvað sem púlsinn hjá ykkur er sterkastur. Þannig að getur verið í hálsinum, getur líka verið í úlinum. Og gefa ykkur bara aðeins tíma, þannig að ná að slaka alveg, og þetta er líka rosalega góð hugleiðsla, að bara finna taktinn í hjartslættinum. Gott að loka augunum, ekki? Já, loka augunum. Og það er ekki gott að vera á kaffihúsi kannski að gera þetta, þannig að gott að vera í svona rólegu umhverfi. Þannig ég ger þetta rosalega oft áður en ég fer að sofa. Og þegar þú ert búin að finna svona góðan takt, að þá ætlar að taka djúpöndun, þá bara góða innöndun og fráöndun og reyna að lengja hans fráöndunina hér. Og það sem við ætlum að taka eftir er að þegar ég anda að, hvort að púlsinn verður hraðari, og svo þegar ég anda frá, hvort að púlsinn lækki. Og þetta er í rauninni það sem við erum að mæla. Þannig að bara með loknu augun, búin að finna taktinn, og þegar þið eru tilbúin, þá endum við bara rólega að. Stoppum og svo hægt og rólega öndum frá. Og reynum að hægja aðeins á fráöndunni og reynum að hafa hana örlítið lengri. Gott að taka svona 5 umferðir. Allan tíman bara beina athyglina að púlsinum. Það sem við erum bara að taka eftir er hvort að við finnum púlsinn verða hraðari þegar við tökum innöndunina og hvort að hægist svona hægt rólega á hann við fráöndun. Þannig að í rauninni það sem að þetta segir okkur að því meiri munur sem er á milli, því sterkari er þessi vagal tone. Og sumir gera þetta og finna mun, bara fyrsta skipt sem þið gera þetta, aðrir gera þetta og bara, það er engin munur, finn ekki neitt. Og svo er raun og æfingi sem ég gef fólki á hverju einasta kvöldi, að hún fer að sofa, þá gerur þessa æfingu og þú tekur eftir, og þú ert að gera vakastaugaræfingar sem sagt með, og þú ert að taka eftir hvort þessi munur breytist. Þannig að í hvers skipti sem hún gerir þetta kvöldin, þá hægt að róla fyrir kannski að taka eftir að verður meiri munur. Það verður meiri hræði og meiri, sem sagt, hann lækkar meira inn á milli. En skiptir máli hvort ég nota anda inn nefið og út munnin eða út nefið?
Sko ég myndi vilja að fólk noti neföndun í bæði innöndun og fráöndun. Hreinlega bara því við viljum fá eins mikla hreyfingu að þetta er svo góð þindaröndun þegar við notum nefið. En ef að fólk á erfitt með það, þá notum við auðvitað munnin. Af því að það er ekkert verra þegar við erum að taka öndunaræfingar, við erum að þvinga okkur í að anda á einhvern veg sem við eigum erfitt með að vinna með. Þannig að byrja á bara það sem okkur líður mest í en reyna að komast í að taka innöndun og fráöndun í gegnum nefið. Hreinlega líka bara út að við náum að stjórna fráönduninu betur þegar við öndum í gegnum nefið. Í staðan fyrir að gegnum munni þá miklu meira er auðveldara að sleppa í staðan fyrir að hægja svona hægt og rólega og þá líka nær púlsinn að róast aðeins betur með nefönduninni. Geggjað. Takk fyrir þetta. Það var lítið.